Gíslason ræða. Herra forseti, ég lít tilbaka yfir þau 4 ár sem forysta VG hefur átt aðildarríkisstjórn. Blasir við mér sviðin gjörbrigða við stefnu og hugsjónir VG og loforð sem við gáfum fyrir síðustu kosningabaráttu 2009. Stefnu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í efnahagsmálum hefur einarðlega verið fylgt eftir, stefna sem var mótuð á haustmánuðum árið 2008 gegn sterkum andmælum VG. Það var sótt aðild að Evrópubandalaginu, Evrópusambandinu, með skilgjarnu afkvæmi þess Icesave, einnig gegn stefnu VG sem kom svo skýrt og berlega og harkalega fram í umræðum það mál á haustdögum haustið 2008. Það voru settir 11,5 milljarður í sjó og almennar til að bjarga því fyrirtæki, 11,5 milljarður sem betur hefði verið varið í heimilin, heilsugæslu, sjúkrastofnanir, löggæslu og grunnstoðir okkar. Bankakerfið var endurreist með víkjandi lánum, þannig að ríkissjóður hefur ekki tök á því með sem hluthafi hafa áhrif á því hvernig vogunarsjóðirnir fara með tvo banka í framtíðinni. Skúffufyrirtækið Magma komst upp með það að kaupa auðlindir okkar á Reykjanesi fyrir slikk. Þar nýtti ríkisstjórnin ekki forkaupsrétt. Þar hefði kostnaður verið það bil 5 milljarðar fyrir ríkissjóð að tryggja sér þau réttindi. Það af mörgu fleiru að taka í þessum efnum sem ég ætla ekki að orðlengja í þessari ræðu minni. En síðasti nagli forystu VG í líkist og stefnu hugsjónaflokksins rekinn með þessu máli sem hér til umfjöllunar. Fjárfestingarsamningurinn sem hér verið að gera í fullkomnum stíl við fjárfestingarsamninga við Alcoa og Verne Holding. Reyndar var það samningur sem var gerður afturreka af Eftirlitsstofnun Evrópu, ESA, og aðra samninga sem við gagnrýndum svo harkalega. Og maður spyr sjálfan sig að því hvers íslensk stóriðja eigi að gjalda. Það að segja íslenskur sjávarútvegur, það að segja íslenskur landbúnaður, það að segja íslensk ferðaþjónusta, það að segja íslenskur iðnaður og svo mætti lengi telja. Af hverju íslenskum fyrirtækjum mismunað? Og þar nefni ég eingöngu tryggingagjaldið. Af hverju íslenskri stóriðju mismunað en erlendri stóriðju hampað? Þetta snýst peninga og mismunun, en sýnu alvarlega það að það á að nýta orku til baka frá virkjun í Bjarnarflagi við Mývatn. Virkjun sem stefnir Mývatni og lífríki Mývatns í stórhættu. Teikn eru þegar á lofti það. Þetta tilraunastarfsemi þar sem náttúran nýtur ekki vafans. Tilraunastarfsemi sem Orkuveita Reykjavíkur hefur lagt af á Hellisheiði þar til rannsóknir liggja fyrir til að ráða bót á þeim ágöllum sem hafa komið fram á Hellisheiði við orkuvinnslu. Og allir þekkja sem búa hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu og fyrir austan fjall. Brennisteinsmengun, manngerðir jarðskjálftar og þar fram eftir götunum. Maður spyr sig óhjákvæmilega þegar þetta mál á dagskrá og þegar maður verður hugsað til Mývatns, höfum við ekkert lært af Kárahnjúkavirkjun, þeim stórkostlegu umhverfislegu afleiðingum sem þar hafa komið fram. Það svo sannarlega víti til varnaðar og ég læt nægja að nefna það að lífríki Lagarfjóls hefur verið varanlega spillt. Eigum við ekki að læra af því? Eigum við að taka áhættu í umhverfismálum? Eigum við að taka áhættu á kostnað náttúrunnar?
Af hverju má hún ekki njóta vafans? Það er tekin sama áhætta með Gufuaflsvirkjun í Bjarnarflagi á kostnað Mývatns og lífríki þess. Ég held, ágætu þingmenn, að við þurfum regnboga fyrir sjálfstæði Íslands og sjálfbæra þróun. Hæstvirtur atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon veitir andsvar við ræðu þingmannsins. Herra forseti, í enskri tungu er að finna orðið pathetic. Ég hygg að ágætt íslenskun á því sé lítilmótlegt. Háttvirtur þingmaður Atli Gíslason svarar andsvari. Herra forseti, menn tala orð og endir. Menn tala orð og endir í pólitík. Menn tala hugsjónir. Þessi andsvör háttvirts ráðherra eru ekki svaraverð að mínu mati.